Góðan dag, verið velkomin, gerðu svo vel að fáðu ykkur sæti. Við vil byrja á að biðja ykkur afsökunar á því hvað dagskráin hefur tafist. En hingað á fundin eru sem komið Sigríður Rut Júlíusdóttir, hæstaréttarlögmaður, og Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands. Verið velkomin. Við höfum það fyrirkomulag að ykkur gefst kostur á kannski að reifa svona eitthvað sjónamið í svona frekar stuttu máli, einhverjum ekki mikið meir en 5 mínútum, og síðan verða spurningar frá þingnefndinni. Sástu Vilhjálm og svona, já. Þannig að bara gjörið þið svo vel. Og Svandís. Já, gjörið svo vel, gjörið svo vel. Já, ég kannski best að byrja því að geta þess að ég er lögmaður Reykjavík Media og Stundarinnar og sem slíkur og raunar bara líka sem almennu borgari er ég alfarið á móti þessu lögbanni og ég tel í rauninni að skilyrði þess hafi ekki verið uppfyllt þegar þau voru lögð á. Ég tel að mér líkur en minni séu þannig á því að það veri ekki staðfest fyrir dómstólum, en það eru þetta bara skoðun. Það sem er kannski hvað alvarlegast í þessu máli er að horfa bara á kjarna þess. Það er verið að leggja lögbann á umfjöllun fjölmiðils. Það þýðir það að það er verið að takmarka stjórnarskrárbundin réttindi sem eru tjáningarfrelsið, og tjáningarfrelsið er ekki bara réttindi fjölmiðilsins, heldur réttindi okkar allra, réttindi fjölmiðilsins að veita upplýsingar en réttindi okkar hinna til að fá upplýsingarnar. Og þegar að það er verið að fjalla svona stjórnarskrárbundin réttindi þá þarf að vega og meta hvort það sé knýjandi samfélagsleg þörf til að takmarka tjáningarfrelsið, eins og segir í ákvæðinu sjálfu. Knýjandi samfélagsleg þörf eins og það hefur verið skilgreint af Hæstarétti og af Mannréttindadómstólnum. Og það þarf að vega þá á móti hvaða réttindi það eru sem að réttlæta þá takmörkunina. Og í flestum tilvikum þegar er verið að ræða tjáningarfrelsið og takmörkun á því, þá er verið að vega það á móti friðhelginni. Í þessu tiltekna máli hefur verið fjallað fjármál og umsvif forsætisráðherra, hann er opinber persóna. Þessi umsvif og fjármál og gerningar og tengsl við viðskiptalífið og milli viðskiptalífsins og stjórnmála er málefni sem að í rannsóknarskýrslu Alþingis er búið að margítreka að ekki bara erindi til almennings sem er lykilatriði og lykilhugtak í þessum fræðum, heldur sé lýðræðinu nauðsynlegt til framþróunar, svo ég noti nú orðalag upp úr Mannréttindadómstólnum dómafordæmi í máli Feldek gegn Slóvakíu, að það þarf aukna vernd fyrir tjáningu sem að varðar framþróun lýðræðis. Við erum með staðfestingu því í rannsóknarskýrslunni, öllum þeim þúsundum blaðsíðna, að það að skoða orsakir hrunsins, afleiðingar þess og þessi tengsl sérstaklega er á erindi til almennings og varðar framþróun lýðræðisins, og við þurfum að geta talað það og greint það mjög nauðsynlegt til þess að þetta komi ekki fyrir aftur. Í þessu máli, tiltekna máli sem ég átta til, er nú svo sérstakt að þar er erfitt að segja að Glitnir Holdco eigi friðhelgisaðild. Friðhelgisaðildin tilheyrir þeim sem eru í upplýsingunum eða gögnunum. Friðhelgisaðildin víkur þegar er að ræða opinbera persónur og slíkar upplýsingar sem hér ræðir. Ég vil benda líka sérstaklega og kannski taka fram hvað varðar rannsóknarskýrsluna, að það er listi í þeirri rannsóknarskýrslu með nöfnum stjórnmálamanna og fjárhæðum sem þeir skulduðu inn í bönkunum. Þannig að þetta svona upplýsingar eiga erindi til almennings. En aftur að friðhelgismomentinu og Glitnir Holdco, ég held í fram að það sé engin lögværi hagsmuni fyrir Glitnir Holdco að fá úrskurðu það að stoppa tjáningu sem var að friðhelgi Bjarna Benediktssonar eða hvers annars. Þannig að það sem við erum að vega þau réttindi sem við erum að vega í þessu máli eru ekki tjáningarfrelsi versus friðhelgin, vegna þess að Glitnir á ekki friðhelgisaðild eða lögværa hagsmunum hana, heldur tjáningarfrelsið og 58. greinin bankaleyndina sem eru almenn lög gagnvart stjórnarskránni. 58. greinin, ég get fært fram endalaus rök fyrir því að hún eigi ekki við blaðamenn.
það segir í seinni málslið, hvort það segir annarri eða þriðju málsgrein, allavega seinustu málsgrein 58. greinar, að viðtakendur gagna úr banka eigi að gæta leyndar þau og þagnarskyldu sem sagt gögnin. Blaðamenn falla ekki undir orðið viðtakendur eins og það verður að túlka það í þessu ákvæði. Bæði það samkvæmt lögskýringargögnum, það líka samkvæmt orðanna hljóðan á ákvæðinu sjálfu og ef það svo væri, ef þarna stæði í ákvæðinu viðtakendur og blaðamenn eða viðtakendur þar með talið blaðamenn, ef það stæði ákvæðinu, þá ætti það samt ekki við blaðamenn, en þess að slíkt ákvæði færi gegn tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrár og þar með væri ákvæðið ólög sem ekki væri byggjandi á. En aftur að almennri orðskýringu á ákvæðinu, þetta ákvæði sem talar viðtakendur, þá augljóslega við þá sem eru í hefðbundnu sýsli með bankagögn. Þeir sem að taka við skuldabréfum til þinglýsingar, hvort sem það eru sendlar eða starfsmenn sýslumanns sem að reynda að falla einnig undir önnur þagnarskyldulag. En alltaf einu, þegar að lekið til blaðamanna eða gögn afhent til blaðamanna, þá það auðvitað á grundvelli lögbrots þess sem að þarf að gæta bankaleyndar, hann að brjóta hana. Það stendur síðan í ákvæðinu í niðurlagi, seinasta setningin í ákvæðinu sá sem að afhendir viðtakanda slík gögn og að brýna fyrir viðtakandanum að gæta bankaleyndar. Eðli málsins samkvæmt, þegar verið að leka til blaðamanna upplýsingur sem erindi til almennings, þá sá sami ekki fara að segja, heyrðu, gjör svo vel, kæri blaðamaður, hér gagnabunki sem á erindi til almennings, en ég ávist samkvæmt niðurlagi 58. greinar að brýna fyrir þér að þú þarft að gæta þagnarskyldu þau gögn. Eðli málsins samkvæmt slík túlkun ómöguleg. Lögskýringargögn við 58. grein gefa ekkert tilefni til annars mats en þess að það eigi ekki við aðra heldur en sem eru með þetta hefðbundna sýsl með gögnin, eigi ekki við blaðamenn. Og eins og ég sagði áðan, jafnvel þó það stæði blaðamenn í ákvæðinu, þá vil ég halda því fram að það væri brot gegn stjórnarskrá og þar að leiðandi væri það aldrei hægt að láta það gilda blaðamenn. En ég ætla þá að því ég veit að tíminni takmarkaður. Takk fyrir það, þennan inngang. Hjálmar, gerðu svo vel. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég held að það skipti mestu máli þessu að horfa á formum málsins en ekki efniðis. Ekki að horfa á leikendur, persónur og leikendur, heldur að horfa á það hvað þetta mál snýst í raun og veru. Og að mínu viti, og ég bara að hugsa það á leiðin yngan yfir, í raun og veru og hérna í grundatriðum þá liggur afstaða blaðamannafélagsins fyrir í ályktun sem við samþykktum á stjórnarfundi í gær og þið getið fengið að afrita og ég ætla ekki að lesa upp, en í raun og veru þarna að ræða aðför að lýðræðinu. Og það er auðvitað stór alvarlegt mál og ekki hægt að gera of lítið úr því. Og það er vegna þess, það skiptir engu, ég ekki að tala hvaða fólk eða gæði þeirra umfjöllunar sem hér undir eða hvaða fólk var til umfjöllunar eða hvaða stjórnmálaflokkar eða nokkuð slíkt. Þetta snýst það að í aðdraganda kosninga að þú kemur fulltrúi framkvæmdarvaldsins og reynir að stoppa umfjöllun á mjög svo hæpnum forsendum svo vægt sér til orða tekið. Það engin brýn nauðsyn og ég held að lögbannsúrræði það væri úrræði framkvæmdarvaldsins vegna brýnna ástæða. Það er ekkert slíkt þarna. Þetta er búið að vera í umfjöllun í 2 vikur. Og það eru kosningar framundan og þess vegna og í því samhengi þetta ennþá alvarlega. Þetta er fulltrúi framkvæmdarvaldsins og ég held að Alþingi hljóta að skoða það. Ég náttúrulega ekki lögfróður maður og veit ekki hvernig þessum málum háttað í nágrannalöndunum, en ég held að hljóta þurfa að vera dómari sem taki ákvörðun svona hluti en ekki einhverjir löglærðir fulltrúar hjá sýslumannsembættum í landinu. En ég ætla sem ekki að lengja þetta en svara með gleði spurningar. Kærar þakkir fyrir þennan inngang. Ég held að sé, ef ég má byrja bara, að nú hafið farið ágætlega yfir eitthvað sjónarmið í þessu og auðvitað er málið í þessum tiltekna farvegi sem það er í en mér langar til að spyrja ykkur og þið komið nú svo sem hálft í hvoru inn á það er að segja til að svona gerist ekki aftur eða svona staða kom ekki upp aftur
sko, þurfum við lagabreitingar til þess að ná því fram, eða teljiði að þetta snúist fyrst og fremst það að menn sko túlka ekki núgildandi ákvæði rétt, og sem sagt hvaða hugmyndir eða tillögur þið getuð haft í því. Þú nefndir Hjálmar að dómari tæki ákvarðanir þessu tagi, ef það væri svona í upphafi aðeins hugleiðing þetta. Og síðan langaði mig að spyrja þig, Sigríður Rut, sko, hefur gerðarþolinn engin úrræði frá því að sem sagt úrskurðurinn kveðinn upp og fram að því að málið á að fara fyrir dóm? Það eru einhver ákvæði hugsanlega endurupptöku eða eitthvað svona. Þú kemur bara örlítið inn á það, en síðan það á eftir þá ert þú næstur Vilhjálmur, en ef þið myndu aðeins bregðast við þessu upphafi. Já, og ég byrja? Já. Já. Ég skal byrja bara á þessu spurningu sem þú endaðir á, sko, hvort að gerðarþolinn hafi engin úrræði. Þetta kannski tengist því að bera saman hvernig staðan hjá sýslumanni, annars vegar ef það lagt á lögbannið og hins vegar ef því synjað. Og þegar lögbannsbeiðandi sendir inn beiðni lögbann, að þá það alltaf ákveðin áhætta. Það þarf að leggja fram tryggingu, það fjárhagslega áhætta af því að vera að sko þrengja að réttindum gerðarþola með þessum hætti. Sko, ég get talað bara það fyrir mitt leyti, að þegar ég hef verið hinum megin frá og sendið inn beiðni lögbann, þá hefur mér aldrei þótt það óþægilegt að fá synjunina frá sýslumanni. Vegna þess að það þýðir það að ég sem gerðarbeiðandi hef kæruheimild til þess að skjóta málinu með mjög fljótum hætti til dómstóla og fá þá endurskoðun dómstóla á þeirri ákvörðun sýslumannsfulltrúans. Og sem gerðarbeiðandi hefur mér þótt það bara þægilegra að vera öruggari með sína niðurstöðu til þess að horfa síðan upp á það að þessi verið að þrengja sko réttindi gagnaðilans. Að sama skapi, ef að lögbannið lagt á, ég tala nú ekki í máli eins og þessa sem varðar þessi grundvallar mannréttindi, að þá lögbannið bara lagt á, það þaggað niður í umræðinni. Síðan fær dómari að skoða hvort að það eigi að staðfesta lögbannið eða ekki. Og þar líður miklu lengri tími heldur en að ef að gerðarbeiðandi hefði kært þetta á grundvelli kæruheimildar í lögum, heldur en staðfestingamáli tekur bara mikið lengri tíma. Þetta verið gagnkvæmur réttur? Það að segja að sko, gerðarþoli hafi sama rétt og gerðarbeiðandi? Sko, það þyrfti þá að gerast sko innan þessara viku. Þannig að þarna hefur gerðarbeiðandi viku til að höfða staðfestingamálið. Það yrði að gerast innan þessara viku og dómstólar yrði þó bara að hafa þessa viku til að framkvæma það. Þannig að öðrum kosti væri komið í gang sko tvöfalt mál sama hlutin og það gengur gegn lögum. Ja. Takk. Hjálmar, vilt þú eitthvað? Sko, að mínu viti sko, eru þarna hrein og klár embættisafglöp að ræða. Það bara engin önnur skýring. Í aðdraganda þingkosninga á Íslandi að reyna að stöðva lýðræðislega umræðu þar sem við erum að kjósa yfir okkur fólk sem á að setja á öðrum okkur lög og reglur auðvitað fullkomlega galið. Og við erum vestrænt lýðræðisríki og við erum, sem var kannski ekki aðalega þessa máls, nánast í að alla í erlendis. Og þannig að klálega mínu viti það þarf að vera, og svo einhvern veginn þetta gjörð sem ekki hægt að endurskoða, ekki hægt að breyta, er bara þarna næstu 5-6 mánuði. Það er bara óskiljanlegt og ófært ástand og að mínu viti þarf það að vera þá dómstól sem tekur þessa ákvörðun. Má ég kannski bæta sér við? Sko, það sem að þarf að hafa í huga í sambandi við þetta líka það að lögin eru sett þannig upp og stjórnarskrár og mannréttindasáttmálar með þeim hætti að til þess að takmarka tjáningunni, eins og ég sagði það þarf að sýna fram á knýjandi samfélagslega þörf. Það þarf að sýna fram á knýjandi samfélagslega þörf til að þagga niður í þessari umfjöllun. Það þarf ekki að sýna fram á knýjandi samfélagslega þörf fyrir tjáningunni. Það er öfugt. Og hvað varðar þetta lögbann og hvort að það sé sko réttmætt eða ekki, og ég er sammála Hjálmar að það sé ekki rétt lögfræðileg niðurstaða, að ég hef ekki heldur séð
að skilyrði ákvæðisins lögbann séu uppfyllt. Ég hef ekki séð að það sé byrjuð eða yfirvofandi athöfn að flytja friðhelgisupplýsingar til almennings sem ekki eiga erindi þangað. Það er ekkert sem bendir til þess. Takk fyrir. Þá ætla ég að hleypa Vilhjálmi Bjarnasyni aðgerðasögur. Já, ég er nú orðinn dálítið ruglaður í rýminu varðandi lagatúlkun, varðandi þagnarskyldu og friðhelgi og við fljótlega skoðun mína þá kemur í ljós að það eru 142 löggjafir þar sem getið sérstaklega þagnarskyldu. Og er það rétt þá virkilega að þjáningar þörf og þjáningar friðhelgi blaðamanna sé meira heldur en annara í þessu landi og víkja þá þessi ákvæði í þessum 142 löggjöfum fyrir tjáningarfrelsi blaðamanna? Er það skilningur lögmannsins? Já. Þá er ég farin. Ég nenni ekki sitja undir svona bulli. Við þarfum að fara á funda annars þegar. Þórhildur Sunna, gjörðu svo vel. Já, svo komið sæl, takk fyrir að koma ykkar. Mér langar aðeins að tala við ykkur réttarstöðu gerðarþola og hvernig, ég mér langar að heyra frá þér Sigríður, kannski hvort þú getur aðeins talað bara ef þú mátt hvort þú getur aðeins talað hvernig stundin var upplýst sína réttarstöðu í þessu máli, hvort að það hafi farið eftir lögunum og kannski líka þessa undanþágu að hafa ekki beðið eftir þeirra lögmanni. Svo langaði mig að spyrja út í næstu skref í málinu, munið þið fara fram á einhvers konar endurupptökubeiðni eða bíðið bara eftir þessari kæru til dómstóla eða staðfestingu eða hvað sem það myndi vera að kalla. Og svo myndi ég vilja beina því til blaðamannafélagsins hvort það standi til að veita stundinni einhvers konar stuðning til dæmis með lögfræðikostnaði eða einhverju slíku. Ég myndi gjarna vilja vita það. Takk. Gjörðu svo vel. Takk. Varðandi það sem sagt að það gafst ekki tóm til þess að kalla til lögmann af því að það er farið án þess að það sé verið að boða fyrst. Þá er farið á fulltrúi sýslumanns og gerðar beiðandi bara á starfsstöð gerðarþola. Þetta er vissulega gert með vísan til ákveðina lagaheimildar. Ef ég man rétt þá er það 21. grein aðfararlaga, nú lít ég á hann Brynjar, kollega minn, fyrrum kollega minn. Mér minnir þessi 21. grein aðfararlaga sem að heimilar slíkt, það er undantekningaregla. Það þarf að vera ákveðin skilyrði sem eru uppfyllt og ég fæ ekki séð í þessu máli að það svo sé. Ég veit alveg að þetta hefur verið gert áður í lögbannsmálum. Ef ég man rétt þá var þetta gert í máli sem að síðan var Hæstaréttardómur Jónínu Benediktsdóttur gegn 365. En að meginstefnu til og samkvæmt minni reynslu að þá hefur verið í slíkum málum mun oftar farið bara þessi hefðbundna leið að boða gerðarþola. Honum gefst þá tóm til þess að hringja í lögmann. Lögmanninn gefst tóm til þess að skila athugasemdum, jafnvel skriflega, svo hefur verið yfirleitt í þessum málum sem ég hef komið að. Það þykir mér vera eðlilegri afgreiðsla. Að öðrum kosti að þarf að hafa í huga þegar ég segi þetta sé undantekningaregla, þá þarf að hafa í huga hvaða réttindi eru þar undir. Það er til dæmis 6. grein mannréttindasáttmálans og 70. grein stjórnarskrár réttláta málsmeðferð. Hún á ekki bara við réttláta málsmeðferð fyrir dómi og það að hafa nægan tíma til undirbúnings málsvarnar skiptir máli. Hluti af 7. greinar réttindum er jafnræðisregla, sérstök jafnræðisregla sem að kallast equality of arms reglan á ensku. Og þegar að þannig háttar til að yfirvaldið fær bara lögbannsbeiðnina, veitir gagnaðalega ekki til, tíma til þess að veita andsvör, fær þannig ekki mótrökin, fer bara með gerða beiðanda og leggur á lögbannið að hans beiðni, meðal annars eins og í þessu tilviki án þess að nokkur lögmaður hafi tækifæri til að koma hvorki skriflegum athugasemdum né vera viðstaddur. Ég set spurningamerki við hvort að þarna, í fyrsta lagi held ég nú reyndar að það sé mjög hæpið að halda því fram að 21. greinin hafi verið uppfyllt, að þessi skilyrði til þess að gera þetta svona hafi verið til staðar, ég er ósammála því. En þar fyrir utan að þá verðum við að hafa þessa 7. grein í huga og þessa réttlátu málsmeðferð.
Má ég rétt aðeins fylgja þessu eftir, ég tók eftir í 9. grein þar talað að sko sýslumaður beri ábyrgð á því að tilkynna gerðarþola réttarstöðu sína, eins og ef að hann væri dómari í einkaréttamáli, getur kannski bara aðeins útskýrt hvað það felur í sér og hvort að þetta hafi verið uppfyllt í þessu máli? Já, nú náttúrulega var ég ekki á staðinum. Nei. Þannig að ég vil svo sem kannski heldur ekkit vera að útmála með nákvæmlega hvað fyrir fram við slíkar athafnir sem að beinast gegn hagsmunum umbjóðenda minna almennt. En leiðbeiningaskylda í þessum lögum bara í grunninn eins og bara hvað er það 7. grein stjórnsýslulaga leiðbeiningaskyldu stjórnvalda á hverjum tíma. Það er náttúrulega sérstaklega mikilvægt að hennar sé gætt við slíkar aðstæður eins og þessar, það sem að lögmaður ekki til staðar sem getur hagsmuna gerðarþolans. Þetta felur það í sér að sýslumaður á þarna að veita gerðarþola upplýsingar réttindi sín. Ég ætla ekki að tjá mig það að þessari stundu hvort það hafi verið gert með fullnægjandi hætti eða ekki. Ekki mál, takk. Hjálmar, ætlar þú að bregðast við? Já, ég stundi nú þetta sjálfstæði fjölmiðill og ég vænti þess að þeir hafi fjárlagt bolmagn til þess að kosta sínar varnir, en ég get fullyrt það að það mun ekki, að félagsmenn í Blaðamannafélaginu muni ekki líða fyrir það að fá ekki lögfræðilega aðstoð ef á því að halda. Það er þannig og við höfum gert það í öðrum tilvikum þar sem að ekki hefur verið til að dreifa til að mynda útgefanda sem að hefur tekið ábyrgð á umfjöllum sem hefur birst, að þá hefur Blaðamannafélagi komið að því og það mun ekki gerast, allavega ekki meðan ég er formaður í þessu félagi, að menn get ekki notið eðlilegra málsvarnar í málum sem varða tjáningarfrelsi. Takk fyrir það. Svandís, gerðu svo vel. Já, takk fyrir að koma og Sigríður, takk fyrir þína góðu yfirferð yfir málið og flest svör eru komið fram, en mér langar kannski fyrst og fremst til að spyrja þig sko vegna sem hér að ræða grafa alvarlegt inngrip í lýðræðislega umræðu á ögurstundum og segja svona í þessu á kjörtímabili eða rétt fyrir kosningar, og þannig ég vil spyrja þig það því að þú ert í þessari stöðu að vera lögmaður fjölmiðils og fjölmiðla. Erum við ekki í raun og vera að tala mjög sögulegan viðburð? Ég meina, eitthvað sem er sambarilegt sem við getum vísað í eða sem við getum hort til í löndunum í kringum okkur eða eitthvað slíkt þar sem að ríkisvaldið grípur inn í með svona rosalega drastískum hætti að stoppa umfjöllun þessi bannvænu tengsl milli viðskipta og stjórnmála sem að eru mjög í brennidepli einmitt varðandi rannsóknarskýrslu Alþingis sem þú bendir á. Að því að maður hefur áhyggjur að því að hér séum við í raun og veru kannski að upplifa sögulegri tíma heldur en við kannski áttum okkur á með að við stöndum í þeim miðjum. Þannig að fá okkur komment á þetta og Hjálmar sko þá nákvæmlega kannski svipað það sem að lítur að stöðu fjölmiðla, og nú vitum við að Guardian hefur undir höndum sömu gögn og ég meina hefur Blaðamannafélagið sett sig í samband við Guardian, ég meina eru einhverjir eitthvað sem að fjölmiðlar á Íslandi eru að afhafast núna í ljósi þessar umfjöllunar og í ljósi þess hversu stórir viðburðir þetta eru sem við erum að sjá hérna í sögu íslenskra fjölmiðlunar og samskipta þeirra við ríkisvaldi. Já. Takk. Söguleg fordæmi. Frábær spurning. Það eru, sko ég gæti haldið langan fyrirlestur fordæmi frá mannréttindadómstólnum svona stjórnmálaumræðu. Sko stjórnmálaumræða eða það sem að dómstóllinn kallar political speech, hún er skilgreint vítt, ekki þröngt. Hún varðar öll þjóðfélagsumræðu og umræðu efni og það sem að samfélagi getur verið að tala hverju sinni. Við erum með dæmi ég er að reyna að punkta á meðan ég tala. Við erum með dæmi sko allskyns umfjöllun bæði hjá Hæstarétti og hjá dómstólnum í Strasbourg þar sem að svona sjónarmið koma til skoðunar og lagt áhersla á. Hvað varðar stjórnmálaumræðu og þá sérstaklega hún mikilvæg, þá nýtur hún aukinnar verndar og sérstaklega mikilvægt einmitt í aðdraganda kosninga eins og þú tekur fram. Það er endalausi dómar eins og ég sagði áðan, en það sem ég nefndi áðan Feldek-dóminn.
hann er mjög mikilvægt fordæmi sko samtal þjóðar sem varðar atriði sem stuðlað lýðræðislegri framþróun. Og ég vil meina að hrunið og umræðan sem var í kringum það og eftir það gerir það að verkum að þetta er nákvæmlega sömu sjónarmið og í Feldek. Það sem ég get bent á í sambandi við umfjöllun Hæstaréttar í sambærilegum efnum er til dæmis mál Eiðs Smára. Vegna þess að í þeim dómi þá fjallar það náttúrulega ýmis atriði sem komið til skoðunar sem kannski snert ekki þetta, en það er atriði sem ég vil nefna núna er að í þeim dómi fjallar Hæstiréttur sérstaklega hrunið og að umræða fjármálagerninga, einstaklinga og fyrir hrun sé atriði sem þurfi að ræða. Og í því máli vék friðhelgin meðal annars, ekki bara, en meðal annars á grundvelli slíkra sjónarmiða að hrunið veiti tjáningu aukna vernd. Annar dómur sem að svona kemur til skoðunar, svona sjónarmið, allavega voru til umfjöllunar og var haldið fram á málsaðalum er Jón Steinar Gunnlaugsson gegn Þorvaldi Gylfasyni. Þar var umræðan kosningu stjórnlagaþings og þar kom þetta til umræðu í málflutningnum og málflutningsgögnum. Aðdraganda kosninga vil ég nefna dóm Hæstaréttar í máli Gauks Úlfarssonar gegn Ómari Valdimarsyni. Þar, vegna þess að eitt af lykilatriðunum varðandi það sem Hæstaréttur skoðar og Mannréttindadómstóllinn er að setja ummælin sem er verið að stefna út af í samhengi, þetta er náttúrulega ekki lögbannsmál, þetta eru meiðyrðamál, en það gilda nákvæmlega sömu sjónarmið. Þannig að það er verið að setja ummælin í samhengi, það er verið að útvíkka samhengi sem ummælin eru skoðuð í, það er bannað að skoða ummælin bara í vakúmi. Það verið að skoða heildarsamtalið. Og ég hef ennþá ekki séð dóm sem að hefur víðara samhengi heldur en Gauks Úlfarsmálið. Því að þar eru ummælin sem umræðir, sem að gildisdómur reyndar, sett í samhengi við alla stjórnmála umræðu í aðdraganda kosningana. Og þannig að þarna aftur er þessi tenging hvað varðar aðdraganda kosninga og mikilvægi þess að óheft stjórnmála umræða eigi sér stað á slíkum tímamótum. Aðri dómar sem að hægt var að nefna frá Mannréttindadómstólnum, Fressos-málið, Fressos, F-R-E-S-S-O-Z, og það er enda Fressos and Roar. Þar eru stólingögn birt, það var skattframtöl og það var óheimilt að takmarka þá tjáningu. Það var reyndar ekki í aðdraganda kosninga, það var öðruvísi mál en það átti erindi til almennings því það var þjóðfélagsumræða. Annað mál sem að má nefna, Société Plon, það er frekar gamalt dómur, franskur. Þar var meðal annars leyft að fjalla viðkvæmar heilsufarsupplýsingar forseta með vísan til meðal annars þess að svo langur tími væri liðinn frá því að upplýsingarnar hefðu átt sér stað eða heilsufar hans hefði skipt máli þarna og það var svo langur tími og því lengri tími sem leið þá var umfjöllun í dóminum það að því minni verður friðhelgisrétturinn og því meiri verður tjáningarfrelsisrétturinn og þörfin á umræðinni vegna þess að heilsufar forseta getur skipt máli að skoða söguna. Og það er einmitt það sem er undir. Við verðum að geta skoða söguna óheft. Takk. Hjálmar. Já, ég held að sé mjög mikilvægt í þessu að við upphefjum okkur yfir þetta venjulega pólitíska þras og reynum ekki að slá einhverja pólitíska keilur í þessum málum. Ég man ekki til þess og ég hef nú fyrst þokkalega með umræðinu síðustu daga að neitt sé að mæla þessu bót, þessu lögbanni. Ég man ekki til þess. Ég held að allir sjáir það að þetta er alveg galið og sérstaklega í aðdraganda kosninga. Og ég meina við viljum ekkert búa í samfélagi held ég þar sem að einhver er í þeirri aðstöðu að hann getur komið í veg fyrir umræðu í samfélaginu. Ég meina þannig samfélag viljum við ekki búa í. Og þannig að ég líti á þetta frekar sem út af kyslu heldur en eitthvað annað og ég held að það sé mikilvægt að við
horfum á það þannig og metum það þannig og gerum úrbætur sem tryggja það að svona hlutir endurtaki sig ekki. Og ég held að við upplifðum þetta hrun, við upplifðum hvernig þetta samfélag var í aðdraganda hrunsins og eftirmála þess öll sömun. Og það er auðvitað alveg lykilatriði að það sé opin umræða tengsl stjórnmála og viðskipta. Það er bara algjört grundvallaratriði. Og þetta íslenska stjórnkerfi þarf að vera opið og þarf að opna það, ekki alltaf að loka það. Og ég meina allt of mikið af embættismönnum hér með allt of mikið vald og enga ábyrgð og þurfa ekki að taka axla ábyrgð á einu eða neinu ef þeir klúðra málum. Takk. Lilja, gjör svo vel. Já, takk fyrir heimsóknina og ykkar innlit. Sigríður, þú nefndir að skilyrði lögbannsins væru ekki uppfyllt og ég er svona búin að vera að tína út úr í þínu málflutningi hvað það væri, en gætirðu kannski bara í stuttumáli listað hvernig þú metur það, hvaða skilyrði eru ekki metið, því að það held ég að væri gagnlegt og eigi erindi. Já, sko, nú man ég ekki nákvæmlega orðrétt þetta ákvæði til 24. grein lögbannslaga, en það sem að sko helst í mínum huga skiptir máli er sko það þarf að vera athöfn sem brýtur gegn réttindum. Sú athöfn þarf að vera byrjuð eða yfirvofandi og það sem að ekki það þarf að leggja lögbann við henni vegna þess að það sé ekki hægt að gæta réttindana til dæmis með öðru móti, til dæmis með því að eftir á dæma skaðabætur. Ég tel ekkert af þessu sem ég er búin að nefna núna sé uppfyllt. Þegar haldið fram, meðal annars hérna í umræðu þetta mál, að lögbannið sé verið að leggja á vegna þess að þetta varði ótilgreindan fjölda einstaklinga sem kunni að vera í bankagögnum. Ég hef ekkert séð að slík athöfn sé byrjuð eða yfirvofandi að það eigi að birta slíkar upplýsingar. Ég nefndi það reyndar áðan. Þannig að athöfnin er ekki byrjuð eða yfirvofandi. Umfjöllun forsætisráðherra er yfirstaðin. Hún er yfirstaðin að búið að birta slíka umfjöllun og margfjall það fram og tilbaka, þannig að það uppfyllir heldur ekki hvað varðar þann aðila. Sá aðili er síðan búin að segja að hann sé ekki mótfallinn umfjölluninni. Og aftur vil ég minna á, við erum ekki að tala friðhelgi í þessu máli vegna þess að enginn af þessum meintu einstaklingum, ótilgreindu, hefur höfðað lögbannsmál. Þetta er Glitnir Holdco. Síðan er það ekki bætur, það sé ekki að gæta hagsmunana með þeim hætti. Það á bara ekki við Glitnir Holdco. Glitnir Holdco, sko, ef það er birt einhverjar friðhelgisupplýsingar sem að ekkert bendir til að sé að fara að gerast og það er ekki, svo sannlega ekki yfirvofandi, þá er ekkert sem að stoppar Glitnir Holdco eða hugsanlega viðskiptavinni eða aðila sem hafa átt hagsmuni við þá að gæta hagsmuni sína gagnvart þeim, en þeir eiga ekki réttin, það er að segja Glitnir á ekki réttin sem að skaðabætur þriðjumanns sem sagt eiga við Annað sem ég vil líka taka fram, ég fæ ekki séð og ég get að sjálfsögðu ekki staðfest, meðal annars ég hef ekki hugmynd það, að gögnin séu innan úr bankanum. Hér eru búið að fara fram mikið af rannsóknum, skýrslugerðum, vinnu alls konar embættismanna, lögmanna eftir hrun sem að sýsla með slík gögn og ég hef ekki séð að það sé aðild heldur hvað það varðar að þetta séu gögn bankans. Ég hef séð tölvupósta á þá fjarskiptafyrirtæki að krefjast lögbanns. Mér þykir það jafn fráleitt eins og það að bankinn sé að því eða bankinn Glitnir Holdco. Þannig að aftur, það vantar allt inn í þetta mál. Það vantar að sýna fram á þessi skilyrði. Takk fyrir. Þá er það Oddný, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Þú vitnaðir í rannsóknarskýrslu Alþingis áðan og þar er líka talað að á árunum fyrir hrun hafi það verið svona samfélagsmein, svona ísköld lagahyggja, en andi lagana hafi ekki fengið, hann hafi ekki verið kallað fram í málum sem tengdust bönkunum meðal annars og ég vil bara spyrja, er það sama að gerast í þessu máli? Og síðan við fáum ekkert niðurstöðu fyrir en eftir að dómur er kveðin upp og það er löngu eftir kosningar
Er einhver lögleg leið til þess að fá úr þessu skorið eða brjóta þessa aðferðalýðræðina bak aftur fyrir kosningar? Er einhver lögleg leið til þess eða hvernig bregðast menn við, bara fólki í landinu og fjölmiðlum þegar að slík aðferð á sér stað? Já. Mér finnst þetta reyndar alveg frábær spurning með ísköldu lagahyggjuna. Í þessu tilviki er það náttúrulega bara mín persónulega skoðun að við þurfum ekkert að leita langt skammt, sko. Við þurfum ekkert að leita í anda lagana. Skilyrði lagana fyrir lögbanninu sé einfaldlega ekki uppfyllt. Síðan lögleg leið, sko. Ef að málið á að ganga sinn gang í dómskerfinu núna, þá er fyrirsjáanlegt að það verður ekki úr því skorið fyrir kosningar. Hvað eru nokkri dagar í þær, 9 dagar eða svo. Þannig að það er afskaplega ólíklegt að nokkur niðurstaða verið komin fyrir þann tíma. Ég er afskaplega hikandi við að mælast til þess að löggjafinn hafi eitthvað inngrip í dómsmál. Ég ætla nú samt að nefna að það er svo sem fræðilega sé að þetta hugsa sér að setja bráðabirgðalög ekki á þetta tiltekna mál, heldur að endurskoðun dómstóla á lögbanninu efnislega, hvort skilyrði lögbannsins séu fyrir hendi, hvort það séu þessi 24. grein. Það er að segja eins og ef að þetta hefði verið synjað, eins og ég fjallaði um áðan, það væri hægt að hugsa sér svoleiðis. Ég er ekki að mæla, það er bara möguleiki. Ég er kannski frekar hikandi við að mæla með slíku, vegna þess að já, það er bara erfitt að sjá hversu langt það er mjög vandmeð farið að grípa inn í dómstóla og eðlilega ferla þar. Takk. Þá er það Birgir Ármannsson, gjörðu svo vel. Já, einhverju leyti nú búið að koma inn á þetta. Ég er að bara velta fyrir mér tvennu. Annars vegar er það auðvitað þannig að, og kannski framhaldið þessu síðasta sem hér kom fram, að þá er það þannig væntanlega að eina leiðin til þess að fá úr því skorið hvort að lögbannið átti rétt á sér og hvort að það fór fram með réttmætum hætti er það að fá niðurstöðu dómstóla í það, að fá dómsniðurstöðu það hvort að það voru forsendur fyrir lögbanninu eða hvort að framkvæmdin var með réttmætum hætti. En aðeins í sambandi við vangaveltur forsendurnar, þar að segja þá vorum við hér með fyrir gestum að einhverju leyti að velta fyrir okkur líka hversu mikið mat væri hægt að ætlast til þess að sýslumannsembættið framkvæmdi í sambandi við það þegar að mismunandi reglur vegast á og niðurstaða byggist hugsanlega ekki á skýrublaga ákvæðum heldur á túlkun og stjórnarskrárákvæði og annað þess háttar. Það er einn flöturinn og væri gott að fá komment á það. Það er einhver staðar er einhver mörk í því vegna þess að bráðabirgðaaðgerðir að ræða. Þá er erfitt kannski ætlast til þess að fullt eða djúpt mat eigi sér stað akkurat á þessum tímapunkti og einmitt þess vegna er gert ráð fyrir eftirfarandi dómsmeðferð ef lögbann á að standa. En allt það, ég get alveg verið sammála Sigríði Rut það að í svona ytra samhengi málsins að þá velti maður fyrir sér hvort að forsendur hafi verið fyrir lögbanninu meðal annars á þeirri forsendu að þarna er hugsanlega um að ræða mjög viðtæka ákvörðun sem nær til margra mjög ótilgreindra hluta. Þetta er ekki mjög skýrt afmarkað
og atriði sem hafa komið upp í umræðunni eins og málefni fyrrverandi forsætisráðherra höfðu þegar komið í fjölmiðla og verið þar tilefni til umfjöllunar. Og reyndar má nefna að í fyrra haust eða fyrir jólin í fyrra átti sér stað ákveðin fjölmiðla umfjöllun fjárhagsmálefni hæstaréttardómara sem virtust eiga sér svipaðan uppruna þó ekki sé fullyrt hvort það er svo sami sko. Þannig að og eins náttúrulega velti maður líka fyrir sér þeim fleti í sambandi við þetta að bannið eru þetta takmarkað að því leyti að það lítur bara að umfjöllun tiltekinna fjölmiðla og það er vitað að minnstakosti einn erlendur fjölmiðill hefur haft aðgang að þessum gögnum og hugsanlega hafa gögn af þessu tagi verið í umferð víðar, það er ekki útilokað. Og þá veltir maður fyrir sér sko hvort að sýslumaður getur farið í mat á því þegar hann horfir á þessa þætti sko hér maður að ræða lögbann en mun það ná tilgangi sínum sko. Það er spurning sem vaknaði hjá mér þegar maður fór að velta þessu fyrir sér að því að aðgerðin sem slík kynni þá að vera sko tiltölulega mjög íþyngjandi fyrir tiltekna aðila, þar að segja gerðarþola í þessu máli, án þess að aðgerðin sem slík næði tilgangi sínum sko. Það var bara hugleiðingar þetta. Já, gjörðu það svo vel. Sigríður Rut, þess að var held ég fyrst og fremst myndið þín. Já, heyrðu, mér finnst þetta að vera alveg frábæra athugasemd og þarft innlegg í umræðuna. Það er náttúrulega, það er hárrétt að sko matið sem sýslumaður á að framkvæma er náttúrulega bara þessi, hvort það skilyrði 24. grein séu uppfyllt, eða yfirvofandi athöfn og svo framvegis eins og ég fór í gegnum áðan. Það er hins vegar þannig að þetta lögbann er svo víðtækt að sýslumaður er með því að leggja það á í raun og veru að taka sér miklu stærra mat heldur en sem því nemur. Hvers vegna? Jú, vegna þess að með þessu, sko það sem gerist við svona gagnaafhendingu eða leka til blaðamanna er að sko ábyrgir blaðamenn, fjölmiðlar sem að gegna skyldum sínum að lögum á réttan máta, þeir fara með gögnin inn á ritstjórnarskrifstofur og þar fer fram mat á því hvað eigi erindi til almennings. Það er ákvörðun hvað á erindi til almennings og má birta og hvað má ekki birta. Það er ákvörðun sem tilheyrir ritstjórninni, ekki sýslumannsfulltrúa. Sko, sú ákvörðun á síðan auðvitað undir endurskoðunarvald dómstóla, ekki sýslumannsfulltrúa. En með því að segja bara sem svo að allt í þessum tilteknu gögnum eða hugsanlegu gögnum, hver sem þau annars kunna vera, hugsanlega ótiltekna aðila, hversu margir sem þeir kunna vera, að það er ekkert þar sem á erindi til almennings að mati, ekki að mati ritstjórnar, ekki að mati dómstóla, heldur að mati sýslumannsfulltrúa. Og bara lítið svona aukaatriði er sjálfstæði dómsvaldsins og dómara og dómstóla versus síðan framkvæmdavaldi sem eru að taka þessa ákvörðun. Nú sýslumenn eru undir hverjum? Ráðherra, hvernig verið að fjalla? Ráðherra. Þannig að þið sjáu strax þessa skekkju sem þarna verður til. Þannig að ég vil strax það fyrsta með þetta mat sýslumanns að sko orðalag lögbannsins eins og það er og búið að birtast í fjölmiðlum berða með sér að þetta mat á hvað eigi erindi til almennings er tekið frá ritstjórn sem ber ábyrgð á slíku mati og skyldur samkvæmt því. Það er tekið frá dómstólum og fært inn á skrifstofu hjá sýslumanni. Það á ekki heima þar. Það er það sem er brotið á tjáningarfrelsinu meðal annars. Það er allt of víðtækt. Ég held sko einmitt sko að og það er það sem maður skilur ekki sko, þannig að þessar upplýsingar eru búnar að vera í tæpan halvan mánuð, opnar og búið að skrifa það. Og það var mikið lengur það, fyrir rannsóknarskýrslunni. Já, en allavega í þessu fallinu og í aðdraganda þessara kosninga eða hvort sem það tengdist því eða ekki, að þá og þess vegna er þetta svo óskiljanlegt að sýslumaður hafi metið það þannig að það bæri brýna nauðsyn til þess að leggja lögbann við þessu sko. En ekki hafnað því sem hefði þá verið hægt að kæra til dómstóla sem hefði verið mun og manni hlýtur að finnast að það sé gat í kerfinu að þetta geti tekið svona langan tíma að fá úrlausn réttmæti lögbannsins
ætlar að bæta við aðeins. Já, það var bara seinni liðurinn í spurningunni, menn þetta, sko, það er takmarkað við þessa 2 fjölmiðla, lögbannið, og hvort það nái þar með tilgangi sínum, að eina vísireglum frá Mannréttindadómstólnum sem að varða tjáningarfrelsið sko, þessi svokallaða vísiregla endursögn úr fjölmiðlum. Það erum við með Salov-dóminn, við erum með Þorvald Gylfason-dóminn meðal annars og mikið fleiri og Eið Smára. Það sem þegar er búið að fjalla í fjölmiðlum er ekkert hægt að stoppa. Og meðal annars þess vegna þá bara var það ekkert af því að það væri verið að leggja lögbann við fréttirnar sem þegar voru búnar að birtast. Sko. Fyrir nú utan það að sjálfsögðu fellur ekki undir skilir ákvæðisins, það væri þá athöfn sem þegar gaf gengin. En allt að einu, þetta er stór punktur að það er ekkert sem bannar öðrum fjölmiðlum að fjalla hvorki, sko frómt frá sagt að fjalla gögnin, fái þeir aðgang að gögnunum, þá mega aðri fjölmiðlar frómt frá sagt fjalla það sem í þeim það er ekkert lögbann einum öðrum og síðan má hver sem tjá sig það sem þegar hefur birst, draga því ályktanir, setja fram sína gildisdóma og svo framvegis, eins og bara svo orðfæri tjáningarfrelsismálina sé nota. Eða ef nýr fjölmiðill væri stofnaður, sem nú frekar einfalt mál í dag að setja fjölmiðil á netinu á laggirnar og hefði þessi gögn undir höndum, þá gæti hann haldið áfram, lögbannið næði ekki til hans. Ég meina svo bara vitað að allavega einn erlendur fjölmiðill hefur þegar aðgang. Takk fyrir þetta, þá það Hildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir komin á frábæra mjög skýr og fræðandi yfirferð. Já, sko, margt sem ég langar að ræða, en ég ætla að reyna að halda mig við ætlum að reyna að hugsa í lausnum. Það er svo skemmtilegt. Sko, ég held að við séum öll hérna sammála og það sko varðandi umfjöllun fjármálamálefni forsætisráðherra sem hafa á einn eða annan hátt bæði sætt rannsókn fyrir 10 árum síðan og verið í umfjöllun alveg síðan, sé algjörlega fáránlegt að sé sett einhvers konar lögbann á einhvers konar umfjöllun hann og í talningi þessum tímapunkti. En sko, fulltrúar sýslumanns sátu hér í morgun og sögðu að þau tækjurunni ekki efnislegt mat á þessu, að þeir hefðu hafnað einhverjum þætti umsóknarinnar og svo framvegis. Afhendingu gagnanna, það er búið að dæma það í Jónínu Ben. Já, akkurat, við fjölluðum aðeins það líka í morgun, þið er öll átt að vera bara saman, ég held að það er spara okkur svolítið tíma. Nei, allavega, ég aðeins að velta fyrir mig, ég meina þessi grunnurinn að þessu öllu, sko, friðhelgi og gagnvart almenningi sem ekki ráðamenn og svo þessi tjáningarfrelsi og upplýsingar til almennings. Og mér finnst þetta, og þá einhvern veginn eins og ég kom inn á gagnvart sýslumanni, sko, af hverju var ekki einhvern veginn augljóst að það var hægt að taka forsætisráðherra út úr þessu mengi. Það er ekki augljóst. Ég meina, bussi frá alveg stífulögfræðinni, við erum bara í mannheimunum, það ekki augljóst. En svo virðist einhvern veginn ekki vera og ég veit svo sem ekkert meir það. En ég að velta fyrir mér og þú orðar þessu svo að það liggi ekkert fyrir að friðhelgis upplýsingar ekki ráðamenn eða eitthvað slíkt. Eitthvað sem ekki erindi til almennings. Akkurat, að það liggi ekkert fyrir það að það ætti að birta eitthvað slíkt. Og þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur. Og ég að velta fyrir mér, það eitthvað mögulega, við erum að reyna að hugsa í lausnum til framtíðar, sko, sem hægt að skerpa á í löggjöfinni með það að setja einhvers konar þá meiri ábyrgð á viðkomandi fjölmiðil eða eitthvað slíkt að við setjum aðeins meiri ábyrgð þarna því að ef við erum einhvern veginn í þeirri stöðu að þarna hefur einhver aðili ástæði til þess að ætla að þarna gætu farið út trúnaðarupplýsingar sem eiga ekki erindi við almenning en viðkomandi aðili sem með þeirra upplýsingar segir nei það liggur ekkert fyrir að ég mun ekki gera það sé pínu pattstaðan. Og ég svona velta fyrir mér hvort það sé mögulega hægt að hvernig einhvern veginn best að leysa úr þessi patstöðu því að mér finnst þetta pínu svona grunnurinn sko. Og maður skilur alveg umræðinni svona býtun af hverju að vera automatist að gefa sér að stundin ætla að birta upplýsingar 1000 einstaklinga en það heldur ekki hægt að fullyrða að stundin hefði aldrei nokkuð tíma að gert það sé pínu hefði aldrei ætlað að gera það já, eða þú veist, það er ekki hægt að fullyrða hvorugt í rauninni, þannig að það er svona bara, hvort það sé einhver svona glufa í rauninni í lagakerfinu. Já, ég get reyna sko fyrst kannski aðeins komið inn á þetta
það er mjög einfalt svar við þessu niðurlagi, sko, að athöfnin þarf að vera byrjuð eða yfirvofandi. Það er ekkert sem sýnir fram á það, það er ekkert sem bendir til þess að sé yfirvofandi að fjalla einstaklinga. Það er ekki neitt. Og annað með svona lögbönn, sko, á umfjallanir er að, sko, það væri eðlilegast að það væri sett lögbönn á umfjöllunum efnisatriði. Ekki lögbönn á það að fjölmiðlar megi ekki framkvæma mat gögn og hvað í þeim eigi erindi til almennings. Það er bara, þá erum við nálgast, sko, hins stjórnarskrárvarin réttindi frá rangri hlið. Þannig að, og aftur, þetta er ekki efni, þetta er gögnin og það er bara of langt gengið vegna þess að það tekur matið af ritstjórninni og færir sýslumanni það í þessu tilviki og svo er þetta til endurskoðunar hjá dómstólum. Meiri ábyrgð fjölmiðla. Mér finnst frábært að þetta komi fram, en þess að þetta gefur mig tækifæri til þess að segja fara með þeir eru náttúrulega komið alveg rosa leið á mér en alltaf leið. Sko, við þurfum að gera okkur grein fyrir því að fjölmiðlar sæta gríðarlegri ábyrgð nú þegar, lögum samkvæmt, og eru undir mjög ströngum skyldum nú þegar og lagaumhverfi og starfsumhverfi fjölmiðla er með þeim hætti að það er miklu frekar hægt að segja, sko, að það sé engin skilningur á hversu ströng svo ábyrgð er og hversu miklar þær skyldur eru. Það við ættum frekar að hlúa að starfsumhverfi fjölmiðla og gera þeim kleift að gæta þessum skildum sínum á sko, eins góðan máta og hægt er, frekar heldur en að sækja að þeim. Lítið dæmi. Bara svo ég fá bara þú þegar ég var raunin ekki kannski að tala um ábyrgð fjölmiðla svona per se, ég var meira að hugsa sko hvort það væri að búa til einhvers konar verklag eða eitthvað sem væri pínu svona tékklisti varðandi það út frá þeirri bara því grundvallar, já, sko, þú tekur aldrei trúnaðarupplýsingar tilbaka, en þú getur alltaf bætt úr ónægum upplýsingum. Að það hvort það sé einhvern veginn að mæta, Sko þessi checklisti sem þú nefnir, við skýrt að setja það hann fram, hann er til og það er bara, sko, og þekkingin á honum er inn á ritstjórnarskrifstofum ábyrgra fjölmiðla sem gegna skyldna sinna vel og vandlega eins og í þessu tilviki það sem fer fram munurinn á aðferðafræði Wikileaks og Panama-skjalana er að það í Panama-skjölunum var ritstjórnarmat á meðan Wikileaks dömpar öllu og segir þið bara ráðið hvað af þessu erindi til almennings, það er ekki okkar að meta það. Ég tel að sú aðferðafræði sé lagalega röng, en aðferðafræði Panama-skjalana þar sem að ritstjórnir fara yfir gögnin og taka úr það sem á ekki erindi til almennings, við þurfum að hlúa að þeim og gefa fjölmiðlum færi á að gegna þeim skyldum sínum. Og það gerum við til dæmis með því að passa upp á að þegar verið að fara í fráleit meiðyrðamál, sem að ég hef nú oft komið að þá þurfum við að til dæmis með ekki vera að fella niður málskostnað þegar að fjölmiðlar eru að vinna slík mál. Aftur og aftur vinna fjölmiðlar mál en fá ekki dæmda málskostnað þrátt fyrir að það sé skýr ákvæði í lögum með einkamálum að þeir eigi að fá málskostnað. Ég má Hjálmar, östuð bara. Þá held ég þurfum bara að treysta þeirri fagmennsku sem og því mati sem fer fram á ritstjórnum víðum land og alls þar í heiminum. Og það liggur fyrir í dómum Mannréttindadómstólsins þar sem við snúið við niðurstöðu Hæstaréttar. Það er tvennt sem hann leggur til grundvallar Mannréttindadómstólsins. Annars vegar að svo blaðamennskulega vinna sem fer fram sé hnökralaus og hins vegar að umræðuefnið eigi erindi við almenning. Og ég meina ef að þessi tvö skilyrðum er fullnægt þá hefur Mannréttindadómstóllinn snúið við dómum Hæstaréttar sem hann hefur raunar gert 6 sinnum á síðustu frá Þorgeirsmálinu og sérstaklega núna undanfarin ára. Og ég meina það raun og veru ég get eiginlega bara sorglegur sá litli skilningur sem að íslenski dómstólar hafa sýnt vinnu blaðamanna og það mætti með ýmsum hætti styrkja það og Alþingi gæti komið að því og það er mikið talað um að styrkja innviði og það er talað um að styrkja innviði samgöngukerfisins og menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins, það er aldrei talað um að styrkja innviði lýðræðiskerfisins. Það er bara látið reka á reiðanum meira og minna og menn bara dæla peningum í RÚV og RÚV má vera á skulum við aðeins eins og maður segir það vill nú svo skemmtilega til að nefndin lét vinna fyrir sig skýrslu sem var nú að berast inn á borð og var að frumkvæði Brynjars Níelssonar sem að
ber nafni skýrsla dóma mannréttinda dómstóls Evrópu tjáningafrelsi fjölmiðlafólks á Íslandi 2012-2017 sem tekið saman af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, þannig að við erum svo sannarlega að skoða málið. En Brynjar, gjörðu svo vel. Já, Sigríður, þú ert góður lögfræðingur. Þakka þér fyrir, Brynjar, sem leiðis. Þú lærði mikið þegar þú varst á kúrsus. Já, þér. Já, bara ég sagði bara þú varst á kúrsus. Ég lærði af þeim bestu. Já. Það er mjög erfitt fyrir okkur að því við erum að fjalla hér úrskurð sýslumans sem auðvitað hefur þetta samkvæmt lögum að framkvæma þetta. Þó við getum svona kannski rætt að sérstaklega síðar hvort þetta ætti að vera hjá dómstólum eða ekki. Já. En það er mjög erfitt fyrir okkur að ræða við því hvort að skilyrði lagann kyrrsetningu lögbann sé uppfyllt. Af því við höfum engin gögn og við vitum ekkert um það. En það var að ræða við þig áðan það hvort þetta skilyrði væri að atvik væri yfirstaðin eða yfirvofandi. Og þú sagðir ef ég heyrði rétt. Hún er nú yfirstaðin varðandi forstöðuvarða. Já. Og það stendur ekki til að tala um aðra. Nei, ég veit ekkert um það. Ég er ekki fjölmiðillinn. Nei. Ég segi að það er ekkert sem að hefur bent til þess. Já, ekkert sem bendir til þess. Nei, það er ekkert sem að liggur fyrir að slíkt standi til. Það er það sem ég Og þá veltið maður þetta fyrir sig hvaða vesen er þá þó að lögbanni sé núna á meðan dómstólar kveða þá úr þetta. Af því að það má ekki vinna neitt úr gögnunum. Það má ekki framkvæma matið hvort eitthvað eigi erindi til almennings. Nei, þess vegna spyr ég ef það er ekkert verið að gera það liggur ekkert fyrir það. Nú bara, ég er ekki blaðamaður, ég er ekki að framkvæma þetta mat. Ég er ekki að vinna upp úr þessum gögnum, ég er ekki með aðgang að þeim. En allt í lagi, að því við erum að tala hins vegar sýslumannin. Já. Að þá virðist þess að sé gerð krafa því að Hjálmar sagði mátti að vera embættisafglöp. Að nú er það þannig að í stjórnarskránni er löggjafinn heimilt að takmarka tjáningafrelsi. Hann gerir það með mjög skýrum hætti í 58. greininni, ekki? Jó, býta, leið maður að klára. Hann gerir það. Það er 58. greinin er takmörkun á tjáningafrelsi. Já, í vissum tilvikum. Já. Og geta menn ætlast til þess að sýslumaðurinn fari ákveða það að meta það eftir að lögbannsbeiðni kemur hvort að löggjafinn hafi nú farið gegn stjórnarskránni og skert með þessum hætti í 58. greininni tjáningafrelsi. Það er auðvitað dómstólana að skera úr það og hann er auðvitað bara í þeirri stöðu að löggjafinn hefur takmarkað þetta með þessum hætti. Og hann greinilega metur það að skilyrði laganna og lögbann kyrrsetningu sé uppfyllt. Og hann metur það væntanlega að ef ég verð ekki við lögbannskröfunni að þá verður óafturkræft tjón áður en dómstólar búinn að kveða. Er þetta eitthvað óeðlilegur prósess? Þó að við getum verið sammála það að þetta er algjörlega vollust við þessar aðstæður og það eru kosningar og allt það. Sýslumaður kannski getur auðvitað ekki tekið tillit til kannski endilega. En er þetta ekki bara staðan? Hvað lærir í kúrsum þetta? Ég held þú sést búin að svara þessari spurningu raunar sjálfur. Já. Vegna þess að, og þú ert í rauninu búin að segja það sem ég ætla núna að fara að segja, Brynjar. Vegna þess að þú sagðir, er það ekki dómstóla að skera úr 58. grein? Dómstólar er ekki búinir að því en það er búið að takmarka tjáninguna og með því að takmarka tjáninguna þá tekur sýslumaður sér það vald að ákveða að stjórnarskrárákvæðið megi takmarka. Það vald tel ég að sýslumaðurinn eigi ekki og að það sé dómstólana að ákveða hvort að 58. greinin eigi við eða ekki eins og þú sagðir sjálfur. Þá ertu að segja að lögbann getur aldrei komið til við þessar aðstæður. Já, það er mín skoðun. Þetta var skýrt. Þá er mælendaskráin tæmt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og greinagóð svör og umræður. Bið ykkur enn og aftur afsökunar á því hvað þetta hefur dregist úr hófi. Kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Benda á einhverju áhuga að lesa yfirlýsingu blaðamanna hjá þessum vegna þessum máls og þá væri hún hér. Takk. Taka hann og senda hann frá okkur, ekki? Má ekki taka hann og senda hann frá okkur? Jú.
tími til tjáningafrelsis á þessum fundi eins og ég hafi tekið eftir, þannig að ég ber enga ábyrgð á því hvað fundurinn er langur.